löng og mjó og lítil stór og syngjum. Komdu með í lítil ævintýr, lagðu eyrun við og þú það. Að koma með í lítil ævintýr, hver veit hvaða hluti þú munt sjá. Sæta safaríka ávexti, meiri háttar mjúka ávexti. Litlir og stórir og lágir, aha. Gulir og rauðir, svo grænir, aha. Sætir og mjúkir og stórir, aha. Litlir og stórir og lágir, Það hefur ekki alltaf verið friðsælt í ávaxtakörfunni. Einu sinni var það meira að segja þannig að við lifðum einelti og fordóma. En það er ekki þannig lengur þó við séum ekki alltaf sammála. Þarna í gamla daga þá var hræðilegt að vera hérna. Sérstaklega fyrir mig af því ég var svo lítil og þar að auki ber en ekki ávöxtur. Ég varð fyrir því á hverjum degi að verða niðurlægð á einhvern hátt. Einu sinni lenti ég meira að segja í því að sópnum mínu var stolið. Hvað, hver þú að hlæja? Já, ég veit það ekki alveg. Kannski er ég bara að hlæja því þú fyndin er með ananas. Hvað, þú segir hér sé hlægilegur eða? Nei, alls ekki. Ég var bara að tala um það að þú ert bara svo skemmtilegur að alltaf þegar þú segir eitthvað þá fer ég bara að hlæja. Þannig, já. Ekki varstu að reyna að breyta þér í jarðarberjasafa þarna ofan í gosbrunnum? Nei, alls ekki. Ég er bara að reyna að finna sópinn minn. Ef ég finn hann ekki, þá get ég ekki haldið ávaxtakörfunni hreinni og þá lendi ég í vandræðum. Ertu búin að tína sópnum þínum? Já. Yðar Hákavöggi! Já, ég þarf ágæti, væri bara fínt. Já, Ég er ekkert orðinn konungur ennþá, sko. yðar Hákavöggi ekki. Hágaugu, guggi, þetta hljóma bara eins og ég sé ykkur fiskur eða eitthvað. Ég þarf ágæti bara fínt. Herðu, hún Maja jarðarber, hún er búin að tína sópnum sínum. Nei, hann er ekki beint týndur, sko. Nú, hvað þá? Það meira eins og hann sé horfinn. Horfinn? Já. Það hverfur aldrei neitt hérna í ávaxtakörfunni, Maja. Það vita allir. Já, en sko, ég sett hann þarna hjá rennibrautinni. Ég geri það alltaf. Og svo þegar ég kom í morgun, þá var hann bara horfinn. Já, hérna hér. Þú verður bara að gjöra svo vel að halda áfram að leita að sópnuðinu. Já. Því annars, Geti ekki lengur búið hérna í ávaxtakörfunni, það vita nú allir. það vita nú allir. Allt í lagi þá, ég held áfram að leita. Gangi þér vel. Ég skal þetta hinum einn, Maja. Allt í lagi. Meira að segja Eva Appelsína, sem að ég hélt að væri en besta vinkona mín, fór á bak við mig og fór að leika sér með sópunni. Ég veit að þetta er bara venjulegur sópur, en ég tók þetta mjög nærri mér. Ég á enga vini hér, mér líður ekki nógu vel, því allir þurfa að eiga einhvern að. Þess vegna vil ég óska mér einhver sem þykir vænt mig, því allir þurfa að eiga einhvern að. Ég vil ekki vera
svo grimmt við litlar sálir rétt eins og mig og ég hef engan til að halla mér að lífið virðist mér orðið menn ég vil ekki vera skilin út undan alein og utan gátta fæ ekki að vera með mig langar til að eiga vini mig langar svo því að ég er svo einmana ég er svo ósköp einmana því að ég er svo einmana Bara beinustu leið í mygluholuna með hana. Mér leið alveg hræðilega illa og það eina sem Imma Ananas datt í hug var að henda mér í mygluholuna eins og það væri mér að kenna að einhver hefur stólið sóknum mínu. Allavega, ég slapp í það sinn og fékk einn séns enn til að finna sópinn. Jæja, Maja, ertu þá búin að finna sópinn? Maja, ég var að leita hinum einn og ég fann hann ekki. Hvað á ég þá að gera? Ég er búin að leita allstaðar. Já, ég veit það hreinlega ekki, Maja. Við kannski neyðumst bara til að gefa þér eitt séns í viðbót ef þú ferð og leitar hinum megin í ástakörfunni. Því annars veistu hvað getur gerst. Já, þá get ég ekki lengur búið þetta ástakörfunni. Það vita nú allir. Það vita nú allir. Halló, er þetta forsetinn? Já, þú ert rekinn, það er kominn kóngur. Hvað er að, Maja litla jarðarber? Hefur þú nokkuð séð sópinn minn? Nei. Sko, ég lagði hann frá mig við rennibrautina í gær, eins og alltaf. Já. Og svo þegar ég kom í morgun og þá var hann bara horfinn. Og Immi Ananas segir, já, sko, hér hverfur nú aldrei neitt. Og sko, ef ég finn hann ekki, og þá verð ég að fá mér nýjan sóp. Eða það sem verra er. Hvað? Þá hendur hann mér örugglega í mygluholuna. Nei. Ég held að það gerist ekkert, Maja mín. Heyrðu, ég veit. Ég skal hjálpa þér að finna sópinn. Eva Appelsína er komin hérna í viðtal. Segðu mér, Eva Appelsína, talar þú mandarinsku? Nei. Heyrðu, pappa, hún er að koma hérna. Sko, ég er búin að leita alveg 3 sinnum hjá gospurnunum og alveg eftir að leita 3 sinnum hér. Heyrðu, Maja, ekki heldur að sópurðin getur verið hér? Jú, ég meina það getur allt eins verið. Hafið þið nokkuð síðan? Nei, ég myndi muna það. Já, sko, bitu, er hann svona prik? Já. Já, svona langt prik. Já. Já, svona gult og rautt langt prik. Já. Með hárum á endanum. Já, einmitt. Já, ég hef aldrei séð hann, sko. Ó. En þú, Eva? Nei. Sko, ég veit alveg að sópurinn minn er hérna einhvers staðar og Rauða eplið ætlaði líka að koma hingað og hjálpa mér að leita. Heyrðu, ég geti kannski hjálpa líka bara. Er það? Já, býta aðeins. Nei, hann er ekki hér. Nei, sko. Hva? Sjáuði bara hvað ég fann. Já,
Vonlaust og skrítið. Ekki hefði mér dottið þetta í hug. Voru þið nokkuð að fela sópinn fyrir mér? Alls ekki. Nei, það er nú gott, því það er mjög ljótt að fela hluti fyrir manni. Hætti þessari vitleysu. Sko, ég held að sé bara best að þið séu alveg heiðarleg við hana Mæju Jarðaber. Hún sem sér að halda ávaxtakorfinni hreinni, hún á ekki skilið að þið séu að stríða henni. Já, fyrirgefðu Mæja Jarðaber. Við bara gleymdum okkur aðeins og við vitum alveg að það er bannað að stríða. Veit ekki annars allar að það er bannað að stríða. Jú, Fyrirgefðu. það er alveg rétt. Fyrirgefðu. Fyrirgefðu, Mæja. Staðan vinstri snú. Sko mig, gat þetta í fyrsta. Ég er algjör snillingur. Þetta var ekki vinstri grænjaksliðin, þetta var hægri. Hvers vegna í óskopunum er svona erfitt fyrir þið að þekkja munin á hægri og vinstri? Ég bara skil ekki vandamálið. Ég get ekki séð að það skipti máli hvor hliðin á mér er vinstri og hvor er hægri eða hvort hægri hliðin á mér þurfa að vera svo sama og hægri hliðin á þér. Jæja, græni barni, þá hættum við að bulla og byrjum að æfa. Hægri, vinstri, 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 hægri, vinstri. Nei, hérna ertu þá Mæja litla Jarðaber. Já, hér er ég og skemmti mér að horfa á okkur marsera. Já, skemmtir þér. Gott við. Finnst þér að vera eitthvað hlægilegir? Nei, alls ekki. Mér finnst bara svo gaman að sjá okkur ganga svona í takt. Svo eru þið líka rosalega liðugir og skipulagðir. Þakka þér. Við höfum æft okkur og æft, eins og þú veist, og það gengur vel. Nema það að græni bananinn getur ekki lært munin á hægri og vinstri. Ha? Er einhver munur? Ég sé það ekki. Mér finnst það bara alveg eins. Já, ég skil hvað átt við. Gott að einhver skilur mig. En heyrðu, Já. Ég er að leita að rauða eplinu. Já. Ég þarf nefnilega nauðsynlega á hann að halda til að dæma í vítaspyrnukeppni sem að ég og þessi græni erum að fara í. Aha. Já, þar ætla ég að kenna hana þetta með hægri og vinstri. Æ, þar fór ég verra. Nú? Já, hún er nefnilega á ferðalagi með Evu appelsínu. Þar er að reyna að ná myndum af flugunni. Ég verð þá bara að fara í keppni án dómara. Það verður bara að hafa það. Heyrðu, ég er með hugmynd. Nú? Ég get bara verið dómari leið og ég er búin að sópa. Það er frábær hugmynd. Drúðu þá. Já. En við græni byrjum því það er nauðsynlegt að fara að læra þetta. Já, algjörlega, hægri og vinstri. Ég dríf mig þá, en vil ekki marsera aðeins meira? Önnur góð hugmynd. Það má alltaf marsera meira. Já, algjörlega. Nú marserum við og ég ætla að kenna þér því að skipti fyrir öll. Koma það! Hep-tú, 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 hep-tú. Þeir sem ætti lífvörðinn, þeir verða kunna margt, kunna þegja, kunna hlýða, kunna gera næstum allt. Að þekkja hægri og þekkja vinstri. Þeir eru engir vælu kjóar, nei. Þeir standa hér fórna sér saman sem við þetta fáðama fagur hér. Kom og svo! Hep-tú, 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 hep-tú. Þeir sem ætli lífvörðinn, þeir verða kunna margt, kunna bukka, kunna beygja, kunna gera næstum allt. Að þekkja hægri. Þetta er hægri. Nei. Þeir eru engir vælu kjóar, nei. Þeir standa hér fórna sér saman sem við þetta fátama fagur hér. Kom og svo í hep-tú, 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 hep-tú.
Ertu tilbúinn? Já, skjóttu bara. Ég skýt á boltanum hægra megin við þig. Skilurðu það? Já, ég skil það. Hva? Varður? Já, ég gerði eins og þú sagðir og stökk til hægri. Hei, hvernig staðan? Heyrðu, græni bananinn, hann er að fara á kostuminn í markinu. Nei. 7-0, hann er að rústa Guffa. Er græn að vinna, sem Já. Þetta er búinn að vera algjör grís hjá honum. Jæja, það var samt gaman að sé að vinna. Hvað munarðu? Já, ég meina sko, það er gaman að það sé góður í einhverju. Akkurru? Ekkert mál, Maja mín. Ekkert mál. Nú ætla ég að skjóta boltanum vinstra megin við þig. Skilurðu það? Sko, ný regla. Þegar ég skýta markið, áttu að vera fyrir aftana. Býttu aðeins, má það? En þá getur hann ekki varið. Hann á að vera fyrir aftana. Þetta er ný regla, sko. Ný regla. Sko, það er nú bara einfallega þannig, Guffi banani, að það er bannað að svindla í þessum leik. Bara einfallega bannað. Þetta er ekki svindl. Þetta eru nýjar reglur. Nei, það stendur ekkert um það hérna í bókinni. Jæja þá, græni. Komdu þá aftur. Nú ætla ég að skjóta boltanum vinstra megin við þig. Já, sko, en það eina sem ég er að hugsa um er hvort það sé vinstra megin á mér eða vinstra megin á þér. Hvað meinarðu? Vinstri hliðin á mér, hún er hægri hliðin á þér og ég verð að segja það, Guffi, að þó mér langi að læra allt um hægri og vinstri og upp og niður, að þá er þetta bara verulega ruglandi. Þú sem sagt heldur að þegar ég stend á móti þér að þá sé hægri hliðin á mér vinstri hliðin af því hún speglast við vinstri hliðin á þér. Já, ég held það. Getum við hætt þessari vinstri hægri vitleysu? Ég er alveg kólrugglaður bara og ég bara veit valla orðið hvort er vinstri og hvort er hægri. Já, ég er sammála. Af hverju spilum við ekki bara fótbolta? Ég meina, ég og Maja á móti þér og Imma. Já, frábær hugmynd. Sóp. Ég er búin að segja þér að ég er ekki rusl og þú átt ekki að sópa í mig. Já, góðan daginn, Eva appelsína. Hvað, ert þú bara að snirta þig? Farðu, þú ert fyrir ljósinu á mig. Ef spegillinn gæti talað, þá myndi hann segja við mig að ég væri fegurst, flottust og fínust. Það myndi hann segja við mig. En ef að það væri eitthvað sem líkaði ekki við, ég skæri það burt og límdi svo nýtt sem ætti þá betur við mig. Ég ætla að pynta, gera mig fína, síðan að púðra, allir mig vilja, er svo æðisleg og langt, flottust, allir bara verða mig að sjá. Ég ætla að pynta, gera mig fína, síðan að púðra, allir mig vilja, er svo æðisleg og langt, flottust, allir bara verða mig að sjá. Ég er svo langt, flottust, já, örugglega sætust, já, ég ber alveg af
Staðar með! Hvað er þú að hlæja, Maja? Ég var bara að hlæja þeim, mér fannst það eitthvað svo fyndin. En þú mátt það ekkert. Nei. Nei, auðvitað ekki. Það má enginn vera að hlæja þegar ég er ekki í góðu skapi. Nei, fyrirgefðu mér, ég skal ekki hlæja meira. Nei, þú átt líka bara að vera að taka til. Já. Þú átt að gera, þú átt að hljóma okkur. Þú átt að gera nákvæmlega allt það sem við skipum hér. Og helst svona tvisvar sinnum meir og meir en það. Þú átt að sópa gólf, þú átt að þurrka af. Þú átt að gera nákvæmlega allt það sem við skipum hér. Og helst svona tvisvar sinnum meir og meir en það. Því þú ert vinnufrær, hefur engan rétt. Og svo ertu bæði ljót og leiðinleg, enginn skilur þig. Þú ert ömurleg, við hin erum einfaldlega æði skæð. Þú átt að gera, þú átt að taka til. Þú átt að gera nákvæmlega allt það sem við skipum þér. Og helst svona tvisvar sinnum meir og meir en það. Þú átt að strauja þvott, þú átt að vaska upp. Þú átt að gera nákvæmlega allt það sem við skipum þér. Og helst svona tvisvar sinnum meir og meir en það. Því þú ert vinnufrær, hefur engan rétt. Og svo ertu bæði ljót og leiðinleg, enginn skilur þig. Þú ert ömurleg, við hin erum einfaldlega æði skæð. En svo gerðist hið ótrúlega, það sem ekkert okkar átti von á. Það kom grænmeti í ávaxtakörfuna. Hæ? Og þá var ég allt í einu ekki neðst í goggunarröðinni, heldur hún, gulrótin. Þá losnaði ég við að sópa og gera allt og fékk að leika með þeim hinum. En gulrótin, hún átti nú ekki 7 dagana sæla og Immi reyndi meira sig að reka hana í burtu. Bara því að var smá fíla í ávaxtakörfunni sem hann þoldi ekki og sagði að hún væri af henni. Lyktin var svo slæm að hann setti á útgöngubann og hélt okkur þar með í fílunni. Hörðu, Immi, kannski er ekki alveg málið að hafa okkur öll í útgöngubanni, ha? Nú heldur hvað, þú veist, hvernig á ég geta stjórnað ykkur öllum ef ég er ekki með ykkur hérna í kringum mig? Kannski er bara betra að við komumst að því hvaðan lyktin kemur og reyna einhvern veginn að stoppa hana. Já! Við verðum eiginlega að finna bara orsökina. Já. Rótina. Við erum að finna grænmetið. Þetta er ekta svona grænmetispumpufíla. Ég var búin að segja þetta allan tíman. Ég vildi aldrei fá þetta grænmeti hingað í ávaxtakörfuna. Nei, þetta er ekki af gæmtu gulrót, ég veit það. Hún er alltaf svo nýskóluð og fín. Maja mín, þú skilur þetta kannski ekki alveg af því þú ert í jarðarber. Það er stór munur á grænmeti og ávöxtum. Og grænmeti það á þetta heima í grænmetisgeymslunni. Já. En banana! Já, herra hátíð! Herra hátíð? Immi aðal ananas væri bara fínt eitthvað, þið ráðið ekki einu sinni við þar hátíð. Bananar, farið nú og finnið hana Geddu gulrót og komið með hana til mín. Hún er sek að menga loftið fyrir okkur öllum inn í ávaxtakörfunni. Aftan! Hanna? Komdu hérna með okkur. Allt klárt, herra. Farðu burt, við viljum ekki hafa þig, svo komdu þér burt. Farðu burt, þú áttast ekki heima hér, svo komdu þér burt. Hvað ert að vilja, hver leifti
hér hingað, veist ekki að grænmeti ekki velkomið. Skrít í jörðina í sambýli við orma. Allir sem búa hér hafa sprottið af runni eða tré. Vertu sæl, ekkert væl, sjáumst ekki hæl. Við viljum ekki hafa þig, svo komdu þér burt. Farðu burt, farðu burt. Við viljum ekki hafa þig, svo komdu þér burt. Farðu burt, já komdu þér burt. Þú áttast ekki heima hér, svo komdu þér burt. Farðu burt, burt. Heyrðu, hérna hefur Rauðepli eitthvað talað að því lautarferð? Lautarferð? Sko, ég veit Jæja, eru þið tilbúna? Ég tók alveg þátt í að hrekja Geddu gulrót í burtu og vera vond við hana. En máli var að loksins leið mér eins og ég var í með. Rauða eplið og Eva appelsína töluðu allt í einu við mig eins og ég var ein af þeim. Þær meira að segja kölluðu mig vinkonu sína og við sungum lag saman. Ég var alveg, ha? Er til vinkonulag? Vinkonur, við erum vinkonur þrjár. Vinkonur, við erum vinkonur þrjár. Við getum dansað, sungið, hlegið saman, skemmt okkur og haft svo gaman, geiflað svo og grett í framan og við veltumst af hamingju. Það sem mér dettur í hug stundum alveg ferlega fyndið. Það sem mér dettur í hug stundum alveg svakalega skrítið. Ímyndum okkur að allir séu vinir, saman myndum horfa og fíla hjörn, fljúga hjá. Vinkonur, við erum vinkonur, já, há. Vinkonur, við erum vinkonur þrjár. Við skulum breyta því sem þarf að breyta. Einelti við skulum neita, jafnrétti á það að heita og við veltumst af hamingju. Vinkonur, við erum vinkonur þrjár. Vinkonur, við erum vinkonur þrjár. Erum vinkonur. Ég verð að segja eins og er að mér leið ekki vel með þetta. Ég vissi alveg nákvæmlega hvernig Geddu gulrót leið og mér leið satt að segja líka illa að koma svona fram við hana. Ég vissi bara ekkert hvernig ég átti að snúa mér í þessu. En auðvitað vissi Gedda hvað var í réttast að gera. Við spjölluðum og urðum bestu vinkonur og hún var smám saman tekin í sátt í ávextakörfunni. Svona nokkurn veginn. Ég fékk sópinn minn aftur og allt virtist verið í fínasta lagi. Það var mjög mikilvægt að koma á jafnrétti og bræðralagi í ávaxtakörfunni og einhvern veginn að koma Imma ananas í skilning það að hann gæti bara alls ekki orðið konungur. Og bæði ég og Gedda gulrót vissum að það yrði að koma á friði og losa okkur undan eineltinu. Við byrjum á að tala við Evu appelsínu sem var alveg til í breytingar. Ekki síst vegna þess að hún áttaði sig á því að þær Gedda væru eins á litin og þá gat hún alveg eins lent í einelti bara vegna þess að hún var appelsínugul. Þetta var bara samviskuspurning og við vorum öll í vafa hvað var rétt og hvað var rangt. Hvað er rétt og hvað er rangt? Hvað er gott og hvað er vont? Hvað er ást og hvað er hatur? Þig ég spyr en áttu svar. Hver er ég og hver ert þú? Hvað er hvítt ef ekki er svart?
koma með okkur í fjallgöngu? Það sem virtist vera að gerast var að allir í ávöxtakörfunni voru að verða vinir. Við trúðum því að við gætum fengið perurna með okkur í lið. En við vissum að það yrði erfiðara með Guffa og græna banana. Og sérstaklega Imma ananas. Hann hafði jú alltaf dreymt að verða konungur. Má ég koma með í fjallgönguna? Já, auðvitað. Við stelpurnar vorum orðnar ágætis vinkonur og gerðum fullt af hlutum saman. Eigum við kannski að fara að finna perurnar að fara að leika? Já, Gerum alltaf saman. má ég prófa það? Já. Þetta var Staðan upp, hægri snú, hægra skref, helsa. Ég veit það ekki. Þið gerir svo sem allt rétt, en þið eru bara ekki með rétta vaxtalagið. Vaxtalagið? Hvað áttu við? Vaxtalagið? Heyrðu Guffi banani, hlusta á þetta. Ég vil geta vaxið eins og tré í allar áttir alveg langt upp fyrir hné og hækkað og stækkað og teikst og tóknað og látið síðan eins og ekkert sé. Langar til að verða voða stór, stærri en 100.000 manna karlakór. Vera stærri og lengri og mjór og meiri og láta síðan eins og ekkert sé. Og ég vil vaxa og vaxa og vaxa og vaxa og vaxa upp í lofti, vaxa miklu meira en áður hefur sést. Og ég vil vaxa og vaxa og vaxa og vaxa og vaxa í allar áttir og verða svo stór. Ég vil gnæfa yfir allan heim og ná með hausinn alveg langt, langt út í geim. Vera stærstur og hæstur og langt, langt lengstur, láta bara eins og ekkert sé. Og ég vil vaxa og vaxa og vaxa og vaxa og vaxa upp í lofti, vaxa miklu meira en áður hefur sést. Og ég vil vaxa og vaxa og vaxa og vaxa og vaxa í allar áttir og verða svo stór. Já, ég vil vaxa í allar áttir og verða svona stór. Jæja, herra Guffi banani, hvað segirðu þá? Sko, þeir sem eru í lífverðinum verða að vera hávaxnir. En þið eruð eitthvað svo perulaga. Perulaga? Já, en við erum perur. Við erum perur? Einmitt, og það er akkurat málið. Þið getið ekki verið í lífverðinum. Hepp, hepp! Æi. Bíddu, kemst ég þá í lífverðinn? Þú? Já, ég er mjög hávaxinn og mikill íþróttamaður og þetta er bara mjög heppilegt fyrir mig. En þú ert hepp, grænmeti. Skiptir það einhverju máli? Já. Nei, það ætti ekki að skipta neinu máli hvort maður er ávöxtur eða grænmeti eða perulaga eða bananapógin. Við erum öll ræktuð á mismunandi hátt. Það skiptir mestu máli allavega að ganga í takt. Einmitt. Allir í röð á eftir mér. Hepp-dú, 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 hepp-dú. Og meira segja bananarnir breyttu afstöðu til Geddu Gullrótar. Hún var líka vinkona þeirra. Þá áttum við bara eftir að sannfæra Imma, en hann sagði að Gedda mætti vera áfram í ávaxtakörfunni ef hún gæti losað okkur við fíluna. Og ég bauðst til að hjálpa henni. Við megum ekki láta hræðsluna stjórna okkur. Nei, manstu. Heyrðu, við skulum finna þetta lok. Já. Hérna! Hérna, ég fann það. Jæja. Nú er að duga eða drepast.
Þetta er ekkert mál, bara við gerum þetta saman. Já. Ok, reynum það einu sinni enn. Já. Jæja. Engin fíla lengur og við náðum að loka mygluholunni. Og ætli gulrótin geti þá ekki bara verið hérna áfram? Jú, að sjálfsögðu á hún að fá að vera hérna áfram. Hún á heima hérna alveg eins og við og svo þykir við líka svo vænt um hana. Rauða epli! Í restina! Hvað var það, herra Immi, hátíðar ávöxtur? Sko. Hei! Ávaxta körfubolti! Við höldum bara meistaramótið í dag. Ég er bara í stuði fyrir það. Já, ég var nú reyndar búin að plana það í næstu viku, búin að vinna töluvert í því. En allt í lagi, ég redda því bara eins og öllu öðru hérna inni. Já, ég set bara upp auglýsingu og bið allir að mæta. Já, þú gerir bara eitthvað. Já. Allavega Guffi og Græni verða með mér í liði. Svo verða hérna Maja, Eva og Potti Pera í hinu liðinu. En ég? Þú? Já, í hvoru liðin er ég? Þú ert ekkert í neinu liði. Nú, okkur ekki? Nú, ég bara... Okkur má ég ekki vera með? Æ, ekki vera svona vitlaus. Þú verður dómari. Dómari? Ég? Já, þú. Já, en ég er aðal íþrótta ávöxturinn. Ég er með alveg svakalegt þol og ég get alveg hlaupið heilu vegalengdirnar og hoppað hæðin mína. Dómari! D-O-R-I. Dómari! Allt í lagi. Hei, Græni. Já. Passaði nú að fara ekki í bananasplitt. Úps, afsakið. Immi, ég var að frétta það að hinn árlega meistarakeppni í ávaxtakörfubolta var í dag. Jep, meistarakeppnin hefst í dag. Frábært, og er búið að kjósa lið. Kjósa? Já. Ég er búinn að skipta í tvö bara alveg nákvæmlega nýfjöfn liðmæja mín. Nú? Já, ég er fyrirlið í mínu liðum. Já. Og með mér eru Guffi banani og Græni banani. En þið eru allir svo stórir. Já, þú mátt vera fyrirlið í þínu liði. Og með þér eru Potti og Eva Appelsína. Immi, Eva og Appelsína er alltaf á háhæluðum skóm. Finnst þér þetta í alvörunni sanngjarnt lið? Jæja. Já. Lífið er ekkert alltaf sanngjarnt. Nei, en við erum öll svo misgóð í körfubolta. Já, ég er langt bestur. Ég meina, ég get ekkert gert að því. Það er alveg satt hjá honum. Já, en rauðeplið ætlar að dæma, þannig að þetta ætti að vera sanngjarnt. Svona, gerðu liðið þitt klárt. Við þurfum að fara að taka við byggar. Immi, í alvörunni talað. Já, í alvöru, ég er langt bestur. Hann er langt bestur. Ég elska sjálfan mig. Og líka dái mig. Enginn er hér betri en ég mig frá mér til mín. Það getur enginn jafnast á við mig. Já, ég er voldugur og líka holdugur. Enginn er hér betri en ég mig frá mér til mín. Það getur enginn jafnast á við mig. Því ég er Immi best, eins og sést. Ég ætla að verða konungur í ríkinu. Hann er Immi best, eins og sést. Og ætla sér að verða konungur. Ó, ég er svo frábær. Ó, ég er svo gáfaður. Það
við svippi veldist brotanum á loft. Ég elska sjálfan mig, og líka dái mig. Já, enginn hér betri en ég mig frá mér til mín, það getur enginn jafnast á við mig. Ég frábær, já, þrumlaður. Ég frábær, æslegur, geggjaður, sætastur og langbestur. Hæla í búið. Ertu slösuð? Ertu beinbrotin? Já, það er miklu verið það. Náðu þið sjúkrabörur? Það er ekkert mér að kenna. Nei, Jóttir. Lægi, hvað gerðist eiginlega? Ekki snerta mig, farið frá mér. Svona, farið frá. Byrju, hvar ertu brotin? Hæ? Hérna? Brestur naglar, það er slysið. Hæ? Ég er hætt í þessum leik. Hjálpið mér upp. Þú getur satt ekkert bara hætt í leiknum. Það má ekkert bara hætta. Ég er hætt. Sandalagga, hæ! Á alla hér. Flus og skrælmaður, við getum ekkert klára leikið. Immi, hugmynd. Ég get spilað fyrir hana. Það er frábær hugmynd. Já! Reglurnar leyfa ekkert endilega að maður skiptir fyrir leikmann í miðri leik. Jú. Þú ætlar ekkert að flauta? Nú, hvað gerði hún? Nú, hún skoraði. Já, þetta er körfuboltaleikur, það má skora. Já, hún er bara alltaf með boltan. Sko, þú varst alltaf með boltan áður en að hún kom og Potti og Maja og bananarnir þau ekki fengið að snerta boltan. Þetta er bara svoleiðis ást að körfubolti. Immi, það er miklu skemmtilega að við spilum hennar leik saman. Það er ekkert gaman að horfa á þig bara skora körfu eftir körfu og við bara fáum ekkert að vera með. Af hverju er það ekkert gaman? Kannski gaman fyrir þig, það er ekki gaman fyrir okkur hinn. Þú veist, ég vil bara vinna. Já, sko, það er ekkert gaman að vinna með því að svindla. Þú veist, það veit maður innst inni að það er ekkert alvöru sigur. Ég meina, þú veist, hver vann þá? Við skulum útkljá þennan leik með vítakeppni. Þú tekur 2 skot og Gedda tekur 2 skot. Slæ. Ok. Gedda? Kemur. Kemur næst. Ég tel þá stigin. Hver vann? Gerðu svo vel. Vann ég? Vann ég? Hver vann eiginlega? Leikurinn endaði með... Jafntefli! Jafntefli? Hvað er þá engin bikar? Hann er í smíðum. Á sama stað og kóróna þín.
og þau verða tilbúin eftir svona ár. Stundum var reynda mjög gaman hjá okkur og ég fer ennþá að hlæja við tilhugsunum það þegar Immi Ananas fór í leiðangur til að finna fluguna sem við heyrðum alltaf í en enginn sá. Guffi, setta það gleraugun. Gleraugun, já. Við þurfum að fara að finna fluguna, allavega að ná mynd af henni. Ég nota nú reyndar ekki gleraugu. Maður tekur bara svona til orða. Þú veist, það heyrðist í fluguna, hún er vist mjög nálægt. Og þarf ég endilega að koma með? Þetta, hver á hann svo að halda pokanum fyrir mig? Já, það er alveg rétt í þér. Mikið væri nú gaman að sjá þessa flugu einhvern tímann. Já, það er spennandi að sjá hvort þetta sé ávaxtafluga eða bara venjuleg húsfluga. Já, það eru miklu sjaldgæfari. Þá ávaxtaflugurnar á ég við. Og miklu meira spennandi. Miklu meira. Hæ, hafið þið eitthvað heyrt í flugun í dag? Já! Býtu hvar? Inn í rjóðrinu. Immi Ananas og Guffi Banani að leita henni núna. Immi Ananas var með myndavél og var að reyna að ná mynd af henni. Býtu, var Immi að reyna að ná mynd af flugunni? Já, hann sagði það. Ég skil samt ekki hvað er svona merkilegt við þessa flugu. Nei, ég þoli ekki þessa flugu. Þó að ég hafi aldrei séð hana. Já, við erum allavega að fara aftur í rjóðrið. Já, við erum nefnilega að njósna. Ég pilla, ekki kjafta frá. Heyrðu, býtu njósnum hvað? Ekkert. Perur! Jæja, Fandalaka hói og þig, Maja mín. Ég er farin á fluguveiðar. Ekki þetta? Hérna, hvað þýðir þetta þarna flagga, bóið þarna sem þú ert alltaf að segja? Fandalaka hói? Já, það. Veistu það ekki? Nei. Þetta er bara svona venjuleg gulróta kveðja. Hún geti því, halló, komið þið sæl, knús og kossar. Komdu að sjá þau. Fandalaka hæ! Föðmumst og kyssumst öll sem eitt fyrir alla og allir fyrir eitt. Fandalaka hói, öll sem eitt. Fandalaka hói! Var þetta ekki skemmtilegt? Jú, ég bara kann þetta ekki alveg. Langaði að prófa með mér? Já, komdu. Föðmumst og kyssumst öll sem eitt fyrir alla og allir fyrir eitt. Fandalaka hói, öll sem eitt. Fandalaka hói! Elskumst og unnumst og gleðjum hvert annað. Aðstoðum alla sem eru í neyð. Óvinátta, það er bannað. Allir eru vinir dansandi saman. Allir eru vinir dansandi saman. Þetta var nú bara svolítið skemmtilegt. Já. Ég held að ég sé búin að ná þessu. Ef þá ekki að gera það einu sinni enn. Jú, komum. Föðmumst og kyssumst öll sem eitt fyrir alla og allir fyrir eitt. Fandalaka hói, öll sem eitt. Fandalaka hói! Elskumst og unnumst og gleðjum hvert annað. Aðstoðum alla sem eru í neyð. Óvinátta, það er bannað. Allir eru vinir dansandi saman. Allir eru vinir dansandi saman. Brósum og hlæjum og leikum öll saman. Hönd í hönd leiðumst áður og hönd. Jafnrétti, já, það er gaman. Allir eru vinir dansandi saman. Allir eru vinir dansandi saman. Fandalaka hói á þig, Maja mín. Já, Fandalaka hói. Ég skil nú samt ekki hvað þetta Fandalaka hói þýðir. Guffi, það væri stórkostlegt ef ég myndi finna fluguna og jafnvel verða sá fyrsti til að ná mynd af henni. Það myndi virkilega auðvelda mér að verða konungur. Já, það eru stórkostlegt, Immi. En við höfum reyndar ekki heyrt í henni lengi. Nei. Heyrðu þetta?
Upp með myndavélina. Afsakið herra. Elsku sér þarna. Koma. Hvar er hún? Svarar ekki að hún var í hérna einhvers staðar? En ég veit það ekki. Það finnst aldrei neinn fluga. Og mér finnst ekkert gaman að æða hér út allt í leita að einhverju flugu sem enginn hefur nokkuð tíma séð. Guffi, þó enginn hafi séð fluguna og þýðir ekkert að hún sé ekki til. Það er ekki það sem ég á við. Það sem ég á við er að ég gæti verið að æfa græna bananan í að marsera í staðis að velta þessa flugu sem enginn hefur nokkuð tíma séð. Guffi, flugan skiptir máli. Já, það er rétt. Hvar er græni bananinn? Guffi, Já, herra. geturðu hætt að trufla mig svona og við þurfum að halda áfram að leita? Já, leita hverju? Svo græna banananum. Alltaf að ruggla mig. Græna flugan. Heyrðu þetta? Flugan er að hlæja á okkur. Veistu, ég held að þessi fluga sé ekki til. Allt í plati. Allt í plati? Já. Voru þið Per og Kjánandi bara að plata mig? Já, sko, við vorum eiginlega að njósna. Njósnum mig? Já, og svo fórum við að stríða þér og við bara gátum ekki hætt. Það var bara svo gaman að stríða þér að við bara gátum ekki hætt. Bara gátum ekki hætt. Bara gátum ekki hætt. Gátum ekki hætt. Bara gátum ekki hætt. Bara gátum ekki hætt. Bara gátum ekki hætt. En það er ekki fallegt að stríða. Þið vitið það og við viljum ekki hafa svoleiðis í ástakörfunni. Við vitum það núna, sko. Og hvað segið þið þá? Fyrirgefðu Immi ananas og við lofum að gera þetta aldrei aftur. Ok þá. Allavega ekki alveg strax. Hei, eru það að tala um fluguna? Já, en þetta var bara allt í plati. Per og Kjánandi hérna voru bara eitthvað að stríða mig. Það, þú veist, þó ég sé stór, þá getur manni bara alveg sarnað. En þau eru búin að lofa að gera þetta aldrei aftur. Heyriði. Hei, ég náði mynd af flugunni. Hæ, náðið þú mynd af flugunni? Já. Og er þetta þá ávaxtafluga eða venjuleg húsfluga? Vil ekki bara fá að sjá myndina? Jú, má ég sjá. Ta-da! Þetta er nú svolítið flott fluga. Já, heldur það ekki? Já, þetta er ekki alvöru. Þetta er bara potti. Immi var ennþá vandamál. Hann vildi ráða og þoldi ekki að Gedda væri orðin vinkona allra. Og það eina sem blasti við var að hann yrði konungur yfir okkur öllum. Þetta er svo listrænt. Hafið þið séð bananana? Immi bað um að finna það. Ég má eiginlega ekki fara. Ég þarf að skreita og viltu fá fyrir kvöldi. Rauða! Hvað? Ég var bara að spyrja um bananana. Þeir eru örugglega bara einhvers staðar að æfa marseringuna eða heil leynilega splitt. Leynilegt splitt, segiru. Af hverju? Það er ekki mikið hjálp í ykkur. Sko, ég hef bara heyrt það að bananasplitt séu alveg æðisleg. Hei, hafið þið séð gulrótasplitt? Nei. Ta-da! Já, vei, hugmynd. Þið hjálpið mér að skreita og svo þeir eru búnar að skreita, þá fer ég að leita Guffa á græna. Skreita? Ég? Nei, ég verði eiginlega að æfa mig. Ég er ekki til að góði að skreita, sko. Fyrirgefið þið. Málið er bara að það er svo brjálæðislega mikið að gera hjá mér og ég á eftir að skreita fullt og ég er bara að reyna að biðja ykkur fallega um hjálp. Já, allt í lagi, við skulum hjálpa þér. Auðvitað hjálpum við. Já, ég hlýt nú að geta skreitt. Já, já. Takk. Sáðu þið hvað er fínt. Hvað er það hérna? Ekki öllu fína. Förum og skreytum okkar hús. Við skulum færa og skreyta okkar hús. Með blöðrum og borðum í fögrum lit. Við höldum veislu fram á nótt. Lífum og klistrum upp á vegg. Við skulum muna og klistra upp á vegg. Blöðrur og borða í fögrum lit. Við höldum veislu fram á nótt.
eitthvað til mín? Er eitthvað til mín? Búðsending kannski? Ég á ekki von á neinu. Já. Er þetta kannski kórónan mín? Ég er búin að bíða alveg rosalega lengi eftir henni. Já, er eitthvað til mín? Er eitthvað á grænmetisgeymslunni til mín? Ég veit það ekki. Fréttabréf frá Kidda Káraðs til dæmis? Ég veit það ekki. Býttu, var hann farin að vinna í útvarpinu? Ég veit það ekki. Eða var það sjónvarpið? Ég veit það ekki. Ég man það ekki. Ég veit það ekki. Ég get ekki vitað allt. Það er greinilega engin póstur til ykkar. Það er nokkri pakkar á leiðin. Ég nægi þá eftir. Þó ég sé snögg og sterk, þá get ég ekki gert allt í einu. Það er svo slæm birtan hérna. Maja, ég vildi óska þess að lampinn sem ég pantaði færi á guttumann að koma. Já, ætli hann sé ekki einhvers staðar í póstgildur öllum bréfurum sem ég á að fá? Já, þetta er agalegt. Æi, við verðum að passa þessa neikvæðni. Já. Rauðapli hefur alltaf fundið aftur póst sem hann höfðu týnt. Ég er búin að týna pakapóstinum og ég veit ekki hver átt að fá stóra pakkan. Rauðapli! Svona. Hann var algjör óþarf að missa sig, ha? Ef þér er sama, Maja, þá ætla ég alveg að missa mig. Hræðilegt, ó nei! Hræðilegt! Sko, róaði Eva, ég finn hann aftur. Það tekur bara smá tíma. En epli? Já. Hvort heldur þú hafi týnt? A. Kórónunni hans Imma Ananasar, eða B. Löppunum mínum. Ertu búin að týna kórónunni Imma? Og það getur vel verið að það hafi verið lampinn sem Eva appelsína pantaði sér. Ég veit ekkert hvaða nafn var á pakkanum. Eða hvort það var eitthvað nafn. Æi. Rauðapli. Það er bara veisla og allt í dag. Immi var kóngur og krýningaveisla og gaman, manstu? Mér finnst nú alveg að við getum haldið veislu án þess að hann Immi verði kóngur, ha? Og ég er bara veislastjóri og allt. En hvað við höldum bara enga veislu? Ha? Já. Hvað meinaru? Mér finnst það ekkert góð hugmynd að hann Immi verði kóngur yfir okkur öllum. Ég hef aldrei heyrt aðra eins og vitleysu. Jú, mér finnst hann alveg nógu stjórnsamar að hann fá ekki veldisbrota og kórnu til þess að sanna það ráði meirum við. Þetta er alveg rétt hjá þér. Já. En, fyrst að þér er svona illa við þessa veislu, af hverju ferð þú þá ekki bara sjálf að tala við hann? Já. Æ, nei. Hann áttur að verða alveg brjálaður og bara henda mér í mygluhóluna. Og það gerði hann. Ó, nei. Hann gerði tilraun til að henda mér í mygluhóluna enn einu sinni. Bara beinustu leið í mygluhóluna með hana! Og ég rétt slapp, einu sinni enn. Hún er að sleppa! Náið henni! Hún er að sleppa! Bananar, takið gulrótina og í mygluhóluna! Hann sýndi sitt sanna eðli og gjörsamlega tapaði sér í frekju. Hann reyndi meira að segja að setja getu gulrót í mygluhóluna. Þú verður að sleppa henni mig. Jæja þá. Bananar! Sleppið þið gulrótinni! Og okkur rétt tókst að bjarga henni. Gott hjá þér, Illi. Meira að segja rauða eplið, elsta og besta vinkona Imma, var ekki örugg fyrir honum. Þá vissum við öll að hann mátti alls ekki verða konungur. Hann er kominn! Kassin er kominn! Kórónu mín! Loksins! Ó, þetta er ekki kóróna þín. Nei, en gaman! Lappinn minn! Þetta eru gríðarleg vonbrigði, Rauðepli. Ég held ég gæti krýnt mig konung í dag. Fyrirgefðu. Ég er bara hreinlega farin að efast að sért starfið þínu vaxinn. Og ég ætla að senda þig bara beint í mygluhóluna. Í mygluhóluna? Já, í mygluhóluna. Immanuel Aðalsteinn Ananas, þú getur ekki bara hent rauðeplinu í mygluhóluna. Jæja, sjáðu bara. Banana her! Takið rauðeplið og hendið þið í mygluhóluna, núna! Já, en... Ekkert já, en svona hana nú á stað! Í mygluhóluna með hana! Hver að þá að þeysast alla körfuna með póst og skraut og gleði og gaman, ha? Það verður bara hún Eva appelsína. Ha? Á ég að hleypa? Já, þú verður nýju póstumferðar, skipulags og allt mögulegt stjórinn í ávaxtakörunni. Hinn var bara alveg að mygla í starfinu. En ég get ekki hlaupið. Þá var ég eldrauð framan og svo fannst allar ég sér frænka mín Bobba blóðappelsína eða epli. Epli, új. Ég
það, Immi Ananas, að Rauða eplið er vinkona mín og ég læti ekki hendinni í mygluholuna bara vegna þess að þú átt ekki kórunu og ert ekki kóngur. Já, heyrðu það? Og skammast þín bara Immi Ananas fyrir að setja Rauða eplið í mygluholuna. Ha? Skammast þín! Þú verður að afsaka Rauða epli. Okkur langar ekkert að gera þetta. En við verðum að hlýða Imma því hann næstuði kóngurinn. Já, hann næstuði kóngur og ræður öllu. Nei, Immi bara frekjutallur og ræður engu nema bara auðvitað yfir ykkur. Stopp! Það fer enginn í mygluholuna. Immi er ekki kóngur og ræður ekkert meira en við. Hann næstuði kóngur og það næstuði nóg fyrir mig. Guffi, langar þig að henda Rauða eplinu í mygluholuna, ha? Nei! Í dag fer enginn í mygluholuna. En Immi skipaði það. Ég þekki Imma mjög vel og hann er bara einum affrekur og ráður ykkur þó sem hann ráði ekki neinu. Já. Hvað gerum við þá? Við erum lífvörðurinn, við hlýðum kóngunum. En Immi er ekki kóngur og hann verður aldrei kóngur. Sleppið henni bara. Hvað gengur á þetta? Í mygluholuna með hana? Nei, það fer enginn í mygluholuna. Herðu, ég ræð hérna og hún fer í mygluholuna. Eða vilt þú kannski fara í staðinn fyrir hana? Veistu það, Immi? Nú erum við öll búin að fá nóg af eineltinu og frekjunni þér. Já! Hvað ætlið þið bara öll að ráðast á mig? Nei, við viljum bara fá að búa hérna öll saman í ávaxtakörfunni, ha? Já, allt í lagi. Þú veist, hún getur bara kannski farið aftur í póstinn og svona og þú með sópinn, en ég er með hásætið. Já, þú verður bara að hætta þessari frekju og yfirgangssemi og þykjast ráða öllu og vera vondur við okkur, svona eins og við Rauða eplið núna. Allt í lagi. Og hvað segirðu þá? Ha? Fyrirgefðu, Rauða epli. Allt í lagi. Hei, hugmynd! Fyrst að ég er orðinn veislustjóri og það er allt tilbúið fyrir veisluna, eigum við þá ekki bara að halda veislu! Já! Svona krýningarveislu! Nei, ég veit. Við skulum halda sameiningarveislu fyrir alla í ávaxtakörfun. Sameiningarveislu! Ef horft er á í réttu ljósi, hve lífið er stutt og lukkan svo hverful og frá. Ef horft er á í réttu ljósi, hver dagur er gjöf, svo margt sem að hægt er að sjá. Við syngjum saman, eitt fyrir alla, gengur yfir eitt, eitt fyrir alla, gildir fyrir eitt, eitt fyrir alla og allir fyrir eitt. Ef horft er á í réttu ljósi, hvað það er í raun sem fær lítið hjarta til að slá. Ef horft er á í réttu ljósi, hvers vegna ást er eitthvað sem allir þrá. Við syngjum saman, eitt fyrir. Svona er að búa í ávaxtakörfunni. Besta stað í heimi. Stundum erum við sammála og stundum erum við ósammála. En við leyfum ekki einelti og fordóma og pössum upp á hvert annað. Þið ættu líka að gera það. Fyrir allan heiminn, við skulum biðja frið og kærleik og hamingju. Eitt fyrir alla, gengur yfir eitt, eitt fyrir alla og allir fyrir eitt. Allir sem
Við erum hér sem ávextir og ber, löng og mjó og lítil stór. Við erum hér sem ávextir og ber, gul og rauð og græn í kór og syngjum. Komdu með í lítil ævintýr, lærðu eyrin við og þú mun fá að koma með í lítil ævintýr. Hver veit hvaða hluti þú mun sjá, litlir og stórir og langir, aha. Gulir og rauðir og grænir, aha. Sætir og mjúkir og stórir, aha. Litlir og stórir og langir, Það komið að því. Immi, rapp, ananas, gjörið svo vel! Einn, tveir. 3, 4. Ég ananas og alls enginn krimmi. Ég bestur, ég verð kóngur, ég immi. Enga stæla við mig, ég næ í bananana. Alltaf sama sagan, þetta mín á vaxtakarfa. Ég vega salt best, ég geri allt best. Fjall myndalegur, eins og hér sést. Ég ferskur, heitasta tegundin. Þú getur brett þig á mig, samt ég svalandi. Hep tú, staðan og hægri snú. Hep tú, staðan og hægri snú. Í kvöld, það rappkvöld. Í kvöld, það rappkvöld. Í kvöld. Úti á leikvelli á ég öll leiktækin og allir leika sér. Þegar ég segi, ég langstastur, miklu stærri en þið. Ég lang stærsti ávöxturinn. Ég flottastur og langsterkastur. Vel tenntur, rosa sperrtur, ég verð konungur. Ef ég bið eitthvað, þá reddar Guffi því. Ég vil fá koronuna ASAP. Ég safaríkur, ég litríkur. Ég á stapla vinum, ég moldríkur. Ég ferskur, heitasta tegundin. Þú getur brett þig á mér, samt ég svalandi. Hep tú, staðan á hægri snú. Hep tú, staðan á hægri snú. Í kvöld, það rappkvöld. Í kvöld, það rappkvöld. Í kvöld, það rappkvöld. Í kvöld, það rappkvöld. Í kvöld.